Minnst 35 voru drepin í árás Ísraelshers á skóla á Gaza þar sem þúsundir flóttamanna höfðu leitað skjóls. Blygðunarlaus lítilsvirðing gagnvart alþjóðalögum, segja Sameinuðu þjóðirnar. Talið er að fjárdráttur starfsmanns Sjúkratrygginga Íslands sem kærður hefur verið til héraðssaksóknara hafi staðið yfir í 10 ár. Upphæðin er vel á annað 100 milljónir króna. Lýðræðið hefur ekki verið í meiri hættu frá seinni heimsstyrjöldinni, sagði Bandaríkjaforseti þegar hann minntist 80 ára afmælis innrásar bandamanna í Normandí. Einn hermannanna segir innrásina hafi verið hræðilega reynslu. Margir lögðu mikið á sig til að komast til Seyðisfjarðar í tæka tíð í morgun til að missa ekki af ferjunni Norrænu. Þýskur mótorhjólaflokkur komst í hann krappan á Fjarðarheiði. Metfjöldi fólks á aldrinum 20 til 63 ára þreytir sveinsprófið í múrarann og hefur fjöldinn aldrei verið meiri. Ein útskriftarnemanna er gengin 7 mánuði með sitt fyrsta barn og segir ekkert skemmtilegra en að vinna við múrverk. Komið sæl. Evrópusambandið vill að óháð rannsókn verði gerð á árás Ísraelshers á skóla í Gaza þar sem þúsundir flóttafólks höfðu leitað skjóls. Frá því að herinn réðst á fullum þunga á Rafah hefur mun minna af hjálpargögnum skilað sér til íbúa. Blygðunarlaus lítilsvirðing gagnvart alþjóðalögum. Þannig lýsir yfirmaður mannúðarmála hjá Sameinuðu þjóðunum árás Ísraelshers á skóla UNRWA þar sem fólk var í fasta svefni. فزع الساعة 3 في الليل سمعنا 5 صواريخ انقصفن في المدرسة طلعت أجري لو لقيت النار مولعة في 3 صفوف وأبويا أجى في الصاروخ مباشرة وعمي وولاد عمي الاثنين استشهدوا. Líkt og aðrir skólar á Gaza hafði þessi umbreyst í flóttamannabúðir. Sameinuðu þjóðirnar áætla að 6.000 hafi leitað skjóls þar og hefur stofnunin staðfest 35 dauðsföll. Árásin var gerð án viðvörunar til Sameinuðu þjóðanna. Ísraelsher segir að Hamas-samtökin hafi haldið til í skólanum. This is a very shocking claim, but UNRWA is not able to verify these claims. Evrópusambandið kallar eftir óháðri rannsókn á árásinni og jórdansk stjórnvöld hafa fordæmt hana harðilega. Vopnahlé er ekki í augsýn og frá því að Ísraelsher hóf árásir í meira mæli á borgina Rafah hefur framboð neyðaraðstoðar snarminnkað og þörfin aukist. In the 5-day period between May 28th and June 1st, UNRWA says only 232 trucks of humanitarian aid entered Gaza via Karim Shalom, a significant reduction compared to before the Rafah military operation. Talið er að starfsmaður Sjúkratrygginga Íslands hafi dregið sér í kringum 160 milljónir króna. Fjárdrátturinn er talinn hafa staðið yfir í rúman áratug. Fram kom í fréttum miðjan maí að starfsmaður Sjúkratrygginga Íslands væri grunaður að hafa dregið sér fé. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu er upphæðin 160 milljónir króna og fjárdrátturinn er talinn hafa átt sér stað í rúm 10 ár. Grunur kviknaði á vordögum að eitthvað óeðlilegt væri á seiði og var málið kært og er nú komið til héraðssaksóknara. Sigurður H. Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga, sagði í samtali við fréttastofu í dag að hann vildi ekki tjá sig hvernig meintur fjárdráttur á að hafa átt sér stað né heldur hvaða þættir væru til rannsóknar. Ólafur Þór Hauksson, héraðssaksóknari, sagði í samtali við fréttastofu að rannsókn málsins miðaði vel, en vildi ekki tjá sig efnisatriði þess. Miklu skiptir að auka málþroska og lesskilning drengja. Tillögur að úrbótum vegna slakra stöðu drengja í menntakerfinu voru kynntar í dag. Oft hefur komið fram í mælingum að námsárangri drengja hafi hrakað. Samkvæmt PISA-rannsókn fyrir 2 árum til dæmis gat tæpur helmingur drengja í 10. bekk grunnskóla ekki lesið sér til gagns. Það er mikið talað að það séu læti í bekkjunum og lítill vinnufriður og ég held að bara allir á mínum aldri kannist við það úr grunnskóla. Skýrslunni sem lögð var fram í dag segir að mikilvægt sé að auka málþroska. Drengir standa þar verr að vígi en stúlkur. Og það virðist leggja grunn að vaxandi áskorunum í grunnskólanum
og sem leiðir svo til þess að á unglingsaldri og upp úr eru drengir í stórum hluta komnir bara í mikla áskorun með tungumálið og það hefur áhrif á hluti eins og brottfall úr framhaldsskólum og Evrópumet í lágum innritunum í háskóla og svo framvegis. Málörvun gæti verið minna á Íslandi, segir Tryggvi, því Íslendingar séu tæknivæddir og að efni á samfélagsmiðlum sé mikið á ensku. Ég held að allir kannist við það í grunnskólum nú til dags að það eru margir sem að bara kjósa ensku frekar en íslensku og það er náttúrulega svolítið sorglegt fyrir okkar fallega móðurmál. Þegar Smári var í grunnskóla voru dæmi að drengir yrðu út undan eða á eftir ef það voru vandræði með lesskilning. Þá líka skiptir svo miklu máli að til þess að verður ekki út undan í eldri bekkjum og drægist ekki aftur í eldri bekkjum og það fara að gerast eitthvað slæmt í náminu, bara að snemmtæki íhlutun og að þú sért gripinn strax í yngri bekkjunum bara til þess að þeir gangi betur í seinni bekkjunum og þá eru bara samfélagskostnaðurinn líka miklu minni og allt gengur vel bara fyrir bara samfélagið seinna meir. Mennta- og barnamálaráðherra reiknar með að fljótlega verði hægt að grípa til einhverja aðgerðana sem lagðar eru til í skýrslunni. En það þarf að gera það líka í breiðu samráði við alla hagaðila vegna þess að menntakerfinu breytir ekki einn maður, það þarf allt samfélagi til þess og það kom líka skein í gegn hér í dag. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir matvælaráðherra hyggst taka ákvörðun framhald hvalveiða á þriðjudag í næstu viku. Þetta kom fram í máli ráðherra á Alþingi í dag. Hvalur HF hefur óskað eftir endurnýjun á leyfi til veiða og langreyðum og var erindi þessa efnis sent til matvælaráðuneytisins í janúar. Ráðherra hefur verið með máli til skoðunar undanfarna mánuði og hefur meðal annars kallað eftir umsögnum frá stofnunum og hagsmunaaðilum. Hvalveiðum var frestað tímabundið í fyrra þar sem þær þóttu ekki uppfylla markmið laga dýravelferð. Umboðsmaður Alþingis komst að þeirri niðurstöðu að sú ákvörðun hafi ekki verið í samræmi við lög. Lýðræðið hefur ekki verið í meiri hættu frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. Þetta sagði Bandaríkjaforseti þegar þess var minnst að 80 ár eru liðin frá innrás bandamanna á Omaha-ströndinni í Normandí í Frakklandi. Þeir sem tóku þátt í innrásinni muna hana flestir afar vel. Það var mikil þolraun fyrir unga hermenn að taka þátt í innrásinni fyrir 80 árum. Fyrir suma reynist tilfinningalega erfitt að rifja þetta upp. You could have seen the blue sky. It's all planes. Hundreds and thousands of them. All different sizes, all different type of planes. Terrible. Some of the young fellas never even made the beach. Oh, I've cried many a time. Sat on my own. Forseti Frakklands heiðraði sérstaklega 11 hermenn innrásarinnar við hátíðahöldin í dag. Þegar innrásin í Normandí var gerð fyrir nákvæmlega 80 árum var Frakkland undir hernámi hinna þýsku nasista. Innrás bandamanna bæði úr lofti og af sjó var fyrsta skrefið í að tryggja sigur þeirra. Þjóðarleiðtogar og aðrir sem minntust þessara tímamóta í dag tengdu þau við stöðuna í heiminum núna. Stríð hefur geisað í Úkraínu í 2 ár og frá lokum seinni heimsstyrjaldar hafa að þeirra mati aldrei verið jafn ófriðlegar horfur í Evrópu og núna. Þeir sem féllu voru heiðraðir á hefðbundinn hátt. Forseti Úkraínu var meðal þáttakenda í aðal hátíðahöldunum í Normandí í dag og það verður að teljast þáttrænt. Bandaríkjaforseti vísaði í ræðu sinni í stríðið þar og samstöðuna með Úkraínu. We will not walk away. We're living in a time when democracy is more at risk across the world than any point since the end of World War II, since these beaches were stormed in 1944. Hátíðahöldin fóru fram með ýmsum öðrum hætti, flugsýningum, siglingum og fallhlífahermönnum. Og sem táknum nýja tíma þurftu bresku fallhlífahermennirnir að fara í gegnum vegabréfa og tollskoðun þegar þeir lentu á franskri grund. Norðanbylurinn sem gekk inn á landið á mánudag liggur enn yfir norðanverðu landinu og gengur í vesturátt. Vetrarveðrið hefur valdið talsverðum samgöngutruflunum og varað óvenju lengi miðað við árstíma. Appelsínugular og gular viðvaranir verða áfram í gildi fram yfir miðnætti, veðrið verst norðvestan til. Það hefur haft einna mest áhrif á störf bænda sem þurfa að hlífa plöntum og skepnum við erfiðar aðstæður. Önnur gul viðvörun tekur svo gildi fyrir Norðurlandið á föstudagskvöld og vegna snjókomu og hvassviðris. Það veður ætti að ganga niður snemma á laugardagsmorgun.
Fjarðarheiðin til Seyðisfjarðar var vetrarleg á 43. degi sumars. Margir þurftu yfir heiðina í gær og í dag, enda kom Norræna til Seyðisfjarðar í morgun. Með ferjunni komu 370 ökutæki á sumardekkjum af öllum stærðum og gerðum. Vegna vegalokana bæði norður í land og suðurleiðina til Reykjavíkur óttuðust margir að missa af ferjunni. Við hittum þýskan mótorhjólaflokk á heimleið sem komst með harðfylgi yfir Fjarðarheiði eldsnemma í morgun áður en snjómokstur hófst. We encountered many big snowfields, and we tried to get through the snowfields with our motorbikes. And mostly we had to push the bikes through the snowfields as we slipped away and fell a little bit. The snowplow helped us and he passed the way for us. Yeah, it was very adventurous up there. Seinna morgunin var heiðin orðin því sem næst auð og þessum vetrarauka líkur brátt. Sennilega hefðu fleiri þurft að fresta norrænuferðinni viku, hefði suðurleiðin ekki opnast seint í gær. Þar var reyndar mjög hvasst og erfitt að fara á húsbílum. Fólk lagði ýmislegt á sig og ég viss menn á Akureyri sem að lögðu af stað þaðan þegar Hamarsfjörður opnaði 5 í gær, milli 4 og 5 og þeir komu hér í morgun, þeir komu að vísu við á suðvesturhorninu og fóru suðurströndina. En hvernig fór þetta? Komust allir í skipið sem ætluðu á annað borð? Já, mér skilst að þeir sem ekki voru búnir að breyta ferð sinni fyrirfram að þeir hafi allir skilað sér fyrir brottför núna. Árum saman hafa heilu fjöllin af flíkum sem Vesturlandabúar vilja ekki lengur safnast upp í öðrum löndum og lítið breytist. Stofnandi fyrirtækis í Chile sem reynir að endurnýta flíkurnar sem þangað berast segir brjálæði að ríki sem búi yfir betri tækni losi sig við úrgang á þennan hátt. Es un bucle interminable de sobreproducción y sobreconsumo que termina con estos vertederos textiles. Þær eru sumar ónotaðar og enn í plasti, flíkurnar sem enda í Chile. Y el año 2021 se importaron cerca de 150.000 toneladas. 22, 23, incluyendo este año, han habido un aumento en las importaciones. Til samanburðar eru 150.000 tonn eins og 57.700 Toyota Land Cruiser jeppar og tæplega 15 Eiffel-turnar. Hluti flíkana vissulega seldur áfram á mörkuðum en ¿Cuánto se descarta de esto? Que es como un poco la pregunta. Se estima que es el 70% de todo lo que llega. Jeans, joggingbukser, t-shirt, bøjler, sko. Fatafjöllin í Atacama-eyðimörkinni eru ekki ný af nálinni. Svona hefur þetta verið árum saman og lítið breytist. Det første, der slår en, det kan man ikke se på billederne, men det er simpelthen lugten. Det stinker. Deine neue Sportausrüstung findest du bei uns. Det kan jeg sige med ret stor sikkerhed ikke er chilensk. Pero claro, las ropas principalmente son fabricadas en países vinculados al continente de Asia, en Bangladesh, en Taiwán. Y estas ropas llegan a ser comercializadas en grandes tiendas en Estados Unidos, Norteamérica, en Europa principalmente. Margar flíkurnar eru gerðar úr efnum sem brotna ekki auðveldlega niður í náttúrunni. Lamentablemente es demasiada la cantidad para el recurso que nosotros tenemos o la comuna tiene, la región tiene para el reciclaje. ¿Por qué países desarrollados en teoría, que tienen procesos mejores que nosotros, los países en vías de desarrollo, están permitiendo que se exporte basura que se está generando dentro de los mismos países? Yo lo encuentro demencial. Húð- og kynnsjúkdómadeild Landspítalans hefur bætt aðgengi að þjónustudeildarinnar í samræmi við nútíma tækni. Yfirlæknir segir að vonir standi til þess að fleiri komi og láti kanna sín mál, en það séu kynnsjúkdómar í miklum vexti. Á fólk stundum erfitt með þessi skref að koma hingað? Já, það töluvert það að fólki finnst erfitt að taka þessi fyrstu skref að koma og láta þekka á sér. En flestir þegar eru komnir á staðinn finnst þeim líði flestum vel. Hægt að eiga nást öll samskipti við deildina í gegnum Landspítala appið, fá sína sett, skila því og fá svo niðurstöðuna sendar. Elisabeth segir að sumir eigi erfitt með að útskýra sína stöðu í símtali. Því það erfitt að ringja og tala einhvern ókunnugan aðila og fara að útskýra erindi sitt. Og erindin séu margs konar. Það geta verið vola svona viðkvæmar
spurningar að svara svona augliti til auglitis. Fólk sækir sér, sérstök sýnatöku sett í kassa í anddyri deildarinnar, sumir fá þvagglös, aðrir pinna. Og svo eru leiðbeiningar inn á salernum og segir hvernig þú átt að standa þessu og svo skilar þú bara í sér kassa þegar þú ert búinn. Niðurstöðurnar berast með rafrænum hætti. Núna eru allir búin að fá niðurstöður bara leið og þau eru tilbúnar. Elisabeth segir að með þessu sé að hluta til verið að bregðast við aukinni tíðni kynsjúkdóma. Það nefnilega þannig að lekandi hefur aukist alveg gríðarlega mikið og lekandi þeim eiginlega getur að það eru til lekanda týpur sem að svara bara hreinlega ekki meðferð. Framkvæmdum við gerð 2 brúa á sunnanverðum Vestfjörðum miðar vel. Tvíbreiðu brýrnar koma í stað eldri innbreiðra brúa sem eru orðnar lélegar. Núna er verið að byggja 2 brýr, Fjarðarhorn og Skálmardal, sitthvorum megin við Klettshálsinn. Nýju brýrnar verða 34 metra langar plötubrýr. Þær verða steyptar á staðnum og efsta lagið verður lagt með sér styrktri steypukápu. Það er ráðstefnuskrona og trimma innbröðu brúnum, þetta er hluta því. Áætluð verklok á brúnni yfir Fjarðarhornsá eru í desemberlok og ljúka á við brúna í Skálmardal í desember 2025. Verkinu með bara áætlun, bara vel. Brúarstæðin verða færð með tilheyrandi vegagerð. Páll segir framkvæmdirnar öryggisaðgerð. Þessar sem eru nú þegar, þær eru bæðið svo segir mjög kröpp aðkoma og svo eru ráðnar vægarsagt slitnar. Þetta mun muna mjög miklu, sérstaklega fyrir atvinnubílstjóra. Fleiri framkvæmdir á svæðinu miða að því að gera veginum sunnanverða Vestfirði fljótfarnari og auðveldari yfirferðar. Verktakar vinna að fyllingum við fyrirhugaða þverun í Gufudal vestan við veginn gegnum Teigsskóg en ekki er enn búið að bjóða brúarsmíðina sjálfa út. Hægt og rólega þá batnar þetta vonandi. Metfjöldi þreytir nú sveinsprófi í múrverki. Útskriftarnemarnir eru á aldrinum 20 til 63 ára og þeir hafa aldrei verið fleiri. Iðnnám er á mikill uppleið enda eru atvinnumöguleikarnir á hverju strái. Ein útskriftarnemanna er gengin 7 mánuði á leið og hefur aldrei hlakkað jafn mikið til að fara í vinnuna. Það er óhætt að segja að það er alltaf á fullu þar sem sveinsprófið í múraran fer fram. 26 einstaklingar á aldrinum 20 til 63 og þreyta prófið alla þessa viku og er það metfjöldi. Fyrir 10 árum voru það 12 einstaklingar. Ég held að undanfarin ár þá var bæði stjórnvöld og skólavöld hvatt nemendur til þess að fara í nám og það er bara að skila sér í gríðarlega aukningu og við erum svo ánægðir. Nemendur koma úr öllum áttum. Einn vann sem viðskiptafræðingur þegar hann ákvað að fara í múraran á meðan annar ákvað að ljúka sveinsprófi eftir að hafa unnið við fagið. Sóley Björk er ein þeirra sem er að taka sveinsprófið. Hún hafi unnið sem handlangari hjá múrara í 3 ár áður en hún hóf námið. Það sem gerir stöðu Sóleyjar Bjarkar óvenjulega er að hún er gengin tæpa 7 mánuði með sitt fyrsta barn. Ég hugsa að það væri bara mjög gaman að klára þetta og að stoppa mig ekkert að vera ólétt eða neitt. En hvað ertu að gera hér? Hvað er sveinsprófið þitt hérna sem þú ert búin að vera að gera? Það er verið að dæma bara hvernig þú ert búin að vera að læra verklega hlutan í skólanum og þá lærum við mismunandi aðferðir hvernig við vinnum með efni og hvernig eins og forðast að hræða ekki of mikið og þóa og hvernig á að gera hlutina rétt. Mælirðu með því fyrir aðra að leggja fyrir sig múraran? Klárlega, ef þið vilja gera eitthvað skemmtilegt að vinna með höndunum þá er þetta bara mjög skemmtilegt nám og að líka vinna við þetta. Ég hef aldrei verið svona spennt að mæta í vinnuna alla daga. Það eru 50 að læra múrverk í dag og ég held að krakkarnir séu farin að sjá það að leggja fyrir sig iðnnám er bæði gott bara tekjulega og Jæja, Baldvin, vinna með höndunum gefur lífinu gildi, en hvað ætlið þið að fjallum í Kastljósi kvöldsins? Það tengist námi. Já, við ætlum að fara aðeins betur yfir stöðu drengja í skólakerfinu eins og kom þetta fram í fréttunum áðan, þá er staðan slæm og það er ýmislegt sem bendir til þess að hún fari versnandi. Þannig ætlum að fara yfir þetta með Ásmundi Einari Daðasyni, barna- og menntamálaráðherra og Tryggva Hjaltarsyni sem skrifaði skýrsluna sem var fjallað hérna áðan og sýnir bara hversu svört staðan er. Við ætlum að fara yfir þetta og kannski reyna að vera svolítið lausnamiðaðir. Kynni ykkur niðurstöður sem að Tryggvi komst að. Baldvin, takk fyrir þetta. Missum ekki að Kastljósi, við ætlum hins vegar núna að líta til veðurs.
Það verður norðvestan 10 til 18 metrar á sekúndu en 15 til 23 norðvestan til. Slydda, snjókoma eða rigning á norðanverðu landinu en lítilsháttar væta sunnanlands. Norðan 8 til 13 á morgun. Það verður dálítil rigning eða slydda á norður- og austurlandi en þurrt að vestu annars staðar og svo léttir til sunnanlands. Hiti hann verður á bilinu 2 til 14 stig. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Evrópumótið í frjálsíþróttum hefst í Róm í fyrramálið. 3 íslenskir keppendur keppa þá, en alls eru 8 keppendur frá Íslandi og hafa ekki verið fleiri í 58 ár. Karlalandsliðið fótbolta mætir Englandi í vináttuleika á Wembley á morgun. England talið sigurstranglegasta liðið fyrir komandi Evrópumót. Og hengill últra utanvegarhlaupið fer fram helgina. Meðal þáttakenda í ár Spánverji sem hefur orðið Evrópumeistari í utanvegarhlaupi og 10.000 metra hlaupi á braut. Íþróttir eftir andartak. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Minnst 35 voru drepin í árás Ísraelshers á skóla á Gaza þar sem þúsundir flóttamanna höfðu leitað skjóls. Blygðunarlaus lítilsvirðing gagnvart alþjóðalögum segja Sameinuðu þjóðirnar. Talið að fjárdráttur starfsmanns Sjúkratrygginga Íslands sem kærður hefur verið til héraðssaksóknara hafi staðið yfir í 10 ár. Upphæðin vel á annað 100 milljónir króna. Lýðræðið hefur ekki verið í meiri hættu frá seinni heimsstyrjöldinni, sagði Bandaríkjaforseti þegar hann minntist 80 ára afmælis innrásar bandamanna í Normandí. Einn hermannanna segir innrásina hafi verið hræðilega reynslu. Margir lögðu mikið á sig til að komast til Seyðisfjarðar í tæka tíð í morgun til að missa ekki af ferjunni Norrænu. Þýskur mótorhjólaflokkur komst í hann krappan á Fjarðarheiði. Metfjöldi fólks á aldrinum 20 til 63 ára þreytir sveinsprófið í múrarann og hefur fjöldinn aldrei verið meiri. Ein útskriftarnemanna gengin 7 mánuði á leið með sitt fyrsta barn og segir ekkert skemmtilegra en að vinna við múrverk. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum. Þetta má alltaf finna inn á ruv.is á íslensku, ensku og pólsku. En við á fréttastofunni ætlum að setja gott að sinni, þökkum ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Fjölskyldan í forgrunni. Breskir gamanþættir hina óviðjafnanlegu Jessop fjölskyldu. Daglegt líf þeirra heldur óreiðukennt og yngsti sonurinn Sam festir það allt á filmu. Brúðkaupsljósmyndarar